Viska til frelsis, 25. kafli, persónuleikinn. Persónuleikinn ólíkur frá lífi til lífs. Hann samasettur áður en við fæðumst og enginn okkar í lífinu. Hvernig persónuleika við erum með ræðst af þeim verkefnum og þeim upplifunum sem sálin ætlar sér að ganga í gegnum í komanda lífi. Hlédrægur maður upplifir lífið á allt annan hátt en sá sem frakkur er. Þannig verður reynsla og upplifunin ólík fyrir sálina frá lífi til lífs. Hugsanir okkar liggja í persónuleikanum og ræður hann hvaða viðhorf og skoðanir við höfum á fólki og hlutunum í kringum okkur. Persónuleika einkennin eru ólík og eru samsetningin ólík í hverju lífi. Svartsýni, bjartsýni, hagkvæmni, þrjóska, græðgi, hugsjón, áreitni, sjálfsvanmat, undirgefni, drottnun og ástríða eru hluti af því sem liggur í persónuleikanum. Andleg fötlun einnig hluti af persónuleikanum og það ákveðin reynsla sem sálin velur sér að ganga í gegnum. Þó svo að einstaklingunum sé andlega fatlaður allt sitt líf, þá sálin heil og heilbrigð. Sama á við líkamlega fötlun sem ákveðið þroskaferli sálarinnar. Þegar okkur sagt eitthvað eða við heyrum eitthvað, þá ráðast viðbrögð okkar og skoðanir af því hvernig persónuleikinn samansettur. Hann hefur jákvæð og neikvæðan pól sem einnig hafa áhrif á skoðanir okkar og viðbrögð. Þegar hugsanir okkar eru neikvæðar og eða illgjarnar, þá persónuleikinn í neikvæða pólnum. Að sama skapi eru jákvæðar og kærleiksríkar hugsanir í jákvæða pólnum. Í hvorum pólnum við erum undir hverjum og einum komið. Allt hér á jörðinni á sér tvær hliðar og það okkar að ráða hvora við sjáum. Sá neikvæði sér hið neikvæða og það sem miður á meðan hinn jákvæði sér ávallt hið jákvæða. Að lifa í neikvæða pólnum erfitt og dregur okkur niður og allt lífi verður dapurt og líflaust. Því umhverfið þitt og líf afsprengi hugsana þinna sem liggja í persónuleikanum. Sá sem jákvæður og glaður að eðlisfari lyftir öðrum upp sem í kringum hann eru á meðan hinn neikvæði á það til að draga aðra niður. Sá sem brosir fær bros á móti. Það í raun ákvörðun að taka hvers og eins í hvorum pólum hann vill vera og lifa. Vera meðvitaður hugsanir þínar og beindu þeim ávallt í jákvæðar og kærleiksríkar áttir og þannig lifurðu í jákvæða pólum í persónuleikanum. Jákvæði póllinn nærir sálina á meðan hinn neikvæði nærir egóið. Það ekki hægt að vera í báðum pólum á sama tíma og meðan þú ert að ná tökum á hugsunum þínum getur þú átt að til að sveiflast á milli póla í byrjun en með tímanum muntu læra að halda þér ávallt í jákvæða pólum. Þessi umbreyting gjörbreytir lífið þínu á allan hátt. Þú lyftir fólkinu upp í kringum þig og líf þitt og verkefni munu falla þér í vil. Það æðsta markmið hverra mannesku að sigrast á og ýta neikvæða pólum í persónuleikanum til hliðar og vera ávallt í jákvæða pólum. Að vera meðvitaður sjálfan sig og hugsanir sínar eru leiðin og lausnin. Sálin verður meira ráðandi og að lokum það sálin sem ræður för í þínu lífi og þá lifir þú í takt og samhljóm með Guðsorkunni og lifir í lygnum sjó. Persónuleikinn þar sem hugsanir okkar eru í raun það sem við getum stjórnað í lífi okkar. Lykillinn að farsælu og hamingjusömu lífi liggur í hugsununum okkar. Að vera sjálfsmeðvitaður hugsanir sínar, að læra að greina þær fyrsta skrefur í átt að hamingju og velgengni. Sá sem ávallt í jákvæða pólum í persónuleikanum með jákvæðar og kærleiksríkar hugsanir mun uppskera hamingju og velgengni í sínu lífi. Það alheims lögmál sem ekki verður haggað. Í lok hvers dags gott að fara yfir hugsanir dagsins og sjá hvorum megin þær liggja og vera síðan meðvitaður í hverju augnabliki hugafar sitt og hugsanir. Breyta svartsýni yfir í bjartsýni og neikvæðni yfir í jákvæðni.
Sá sem er óttasleginn er líklegur til að taka rangar ákvarðanir í lífi sínu sem gerir lífið erfitt og átakalegt. Jákvæðar hugsanir næra sálina og þar með kærleikann. Sá sem er fullur af kærleika er líklegur til að taka réttar ákvarðanir í lífinu sem gerir lífið auðvelt og árangursríkt. Hver og einn hefur frjálsan vilja, hvorum megin í lífinu hann vill vera og lifa. Hvernig því líður og gengur í lífinu er í raun ákvörðun að taka. Það er engin utanaðkomandi sem getur fært þér hamingju og gleði í lífinu. Að taka ábyrgð á lífinu og sjálfum sér er undir hverjum og einum komið.